Góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætla bara Vera viss. að vera viss, en ég hef trú á þetta hafi gengið. Já. Er það ekki? Ég held að. Ég ætla að gleðilega miðvikudag. Þú sjá ykkur. Já. Eða finna fyrir ykkur, kannski. Meira þannig. Já. Já. Við erum, við ætlum að teka á þessu fyrst, alveg að koma. Það er svo lengi skipt á milli, sko. Já. En, við erum aðeins að athuga eitt hérna. Svona svo að engin truflokkur hérna í beinni. Mér finnst það svo gott að gera það. Við erum bara á Instagram. Bara Instagram. Já, svona bara frá aftur. Þetta er spennandi. Já, þetta er svona, þetta þekki. Býttu síðast gerum við hvað? Tala þú bara við Instagram með hann. Já. Ég græði það. Segðu hvað gáðilegt. Það er nefnilega að reyna aftur og eftir hérna á Facebook. Það er svona þekki sem að getur strítt okkur svolítið mikið og þeir breyta oft svolítið mikið alls konar. En við erum að fara að tala tölur. Það var skemmtileg greinilega mikill áhugi á tölum og hvað tölur þýða, þannig að við ætlum að tala það. Þetta gengur rosa vel. Já, ég er skokk eitthvað. Þannig að við erum bara að græja okkur í þetta. Sjáum hvort þetta virkar núna. Annars verður bara Facebook að missa okkur. Já, það er bara stundum þannig. Það get ekki allir fengið góðstafið, sko. Þetta er alveg magnað. Við biðjum englanum að þetta virki núna. Hendum að sig á. Já. Já, hann var góð. Við erum alveg að fara þetta inn á Facebook. Já. En já, það var bara takk fyrir að taka þátt í kosningunni. Það var alltaf fleiri og fleiri sem kjósa. Mér finnst það ótrúlega skemmtilegt. Mjög gaman. Þannig gerist þetta. Þannig erum við komnar. Já. Svona. Og við minnum velkomin. Velkomin. Og við minnum á að það er hægt að spyrja okkur og senda skilaboð undir útsendingunni, bara með útsendingunni stendur og við getum þá svara spurningum í lokin ef einhverja spurningar berast. En við ætlum kannski að byrja á því að við heldum minnaðan og í aðeins að því síðast þegar við vorum að spjalla að við erum að flytja. Við erum Starfsskólinn og Orkusteinar erum fulltrúinn og ætla að flytja í svona atvinnuhús. Já, mjög fína skrifstofu út í bæ. Já. Og við hlökkum til að segja ykkur meira frá því og bjóða ykkur til okkar og við ætlum að fagna því þegar við flytjum og látum ykkur vita og sendum út boð í fréttabréfin okkar sem er hægt að skrá sig fyrir á vefnum okkar. En við ætlum líka að þakka fyrir þáttöku í námskeiðinu Lognið í storminum sem var í síðustu viku. 3 dagar, 3 kvöld sem við vorum saman, eða eftirmiddagar. Já, það voru yfir 100 sem skráðu sig á Veggstóra sem var bara geggjað. Og við erum bara, tókum þetta upp og erum að græja vídeóin til þess að setja inn á vefinn okkar. Þannig að þeir sem mistu af en langar að hlusta munu geta nálgast efnið á vefnum okkar frá mánaðamótum, cirka. Við látum ykkur vita það. En við ætlum að hafa þetta námskeið frítt á vefnum okkar. Já. Og bara þetta við vorum afskaplega persónulegar. Þetta er efni sem greinilega snerti við mörgum. Margir sem kannast við svona ýmislegt sem við höfum unnið í gegnum og farið í gegnum. Og við bara hvetjum þig til þess að kíkja ef þú mistir af að fylgjast með og kíkja síðan á efnið þegar það kemur á vefinn. En í dag ætlum við að tala tölur. Já. Hafa tölur einhverja þýðingu? Til dæmis eins og 11, hvaða skilaboð felast í tölum og hvernig get ég nýtt þær inn í mitt líf og nota sem leiðarlýs. Við kannski ætlum að byrja að taka fram að við erum ekki sérfræðingar í talnaspeki. Það er náttúrulega bara heil fræðigrein sem er til einhver talnaspeki sem við kannski hvorugar okkar höfum sett okkur neitt rosalega mikið inn í enda bara svolítið flókið að læra. En það er ekki þar með sagt að við tökum ekki eftir tölum og nýtum okkur ekki
kraftinn sem að tölurnar koma með. Það er nefnilega hægt að nýta tölur á svo margan hátt og eitt af því og mér finnst talnaspeki bara spennandi grein en eitthvað sem að, já, það bara kemst ekki fyrir haustum á mér, það er margt annað sem við höfum lært. En það sem mér finnst áhugavert og ég horf á tölur óbúslega mikið sem bara eitt af þessum táknum sem að við tökum eftir, alveg eins og við tökum eftir til dæmis ef það eru fjaðrir einhvers staðar sem minna mig á englana, við tökum eftir, við endurtekin sömu lögin eða við dettum akkur, við erum kannski bara, svo ég stundum að keyra og svo allt í einu heyri ég einhver orð í texta og það bara, já, ok, það er þetta því það fyrir mér. En svo líka að sjá endurteknar tölur og það er eitthvað sem að mér finnst áhugavert að skoða og fylgist alveg vel með. Og mér finnst einmitt mikilvægt að taka eftir öllum táknum og þetta er bara eitt af þeim og við höfum náttúrulega svolítið skoðað Kyle Gray og notað spilin hans og annað og hann hefur til dæmis skrifað bók tölur. Sem heitir bara Angel Numbers, svona lítil bara mjög þægileg bók notendavæn, getur við sagt. Já, og hún er með allar tölur frá 1 eða 0 og upp í 999 og svo er hún líka með klukkuna eins og þessa tölvuklukku eða hvað kallum við það? Digital klukku. Já, stafrænu, já. Ef við sjáum 01, 01, 02, 02 eða 11, 11 til dæmis og þá hefur hann miðlað frá englunum þess upplýsingum þessar tölur. Svo náttúrulega eins og hann talar byggir það eins og á því sem Pýþagóras sagði, tölur hafa ákveðna tíðni og en hann miðlar frá englunum Kyle Gray en Pýþagóras var með ákveðna upplýsingar tölunar byggt á þeirra tíðni og 11, 11 þegar að lesa það. Þú ert eitt með Guði, englum og uppstignum meisturum. Hvað segir við? Getur þess að hugsanir þínar samræmist hinu æðsta guðlega og sannleikanum sem það býr. Já, til að færa kærleika inn í heiminn. Þetta er svona algeng tala sem fólk tekur eftir en sum okkar taka mjög mikið eftir tölum og maður sest inn í bíl og þá er klukkan 14:14 eða hún er 13:13 eða 11:11 og sum okkar, taka mikið eftir þessu og oft, allavega í mínum huga finnst mér þetta oft vera þegar ég sé þessar tölur og þá er bara vera englarnir að minna mig á þeir eru þarna og þetta er oft ef það gengur eitthvað á hjá mér og svona og þá fer ég að sjá þær kannski aðeins meira svona ítrekkar og þá bara hvort sem það er þá undirmeðvitund mín að leita þeim mér til huggunar eða hvort það birtast bara skiptir ekki máli. Nei. Tilgangurinn sá að róa mig og þau gera það. En svo náttúrulega tölur eru líka náttúrulega ákveðin bara, við erum ákveðin tala. Þegar við fæðumst út frá talnaspeki þá erum við ákveðin tala sem lýsir bara hvernig manneskjur við erum. Og við fæðumst á einhver ári sem tala. Og fræðin tala að lífið fari áfram í hringjum sem segja 7 ára hringjum, sem segja 9 ára hringjum og hvar sem við erum stödd í hringnum segir til hvað er að gerast hjá okkur á þessu æviskeiði þannig að það er algengt til dæmis að nýja, við erum að tala 9 ára, í nýjunni að hann segja klára eitthvað en það sem kannski á ástnum segja byrji. Eins og núna, við erum á 9 ári. Nú erum við á 9 ári, já. Og svo talað tala mikið dagsetningar og hvaða samtölur koma út úr dagsetningu þegar maður leggur saman dag, mánuð og ár. Það talað að portalar eins og til dæmis Lionsgate portalinn, hann alltaf, náttúrulega byrjar alltaf í kringum 8.8. eða nær hámarki í kringum 8.8. á hverju ári. En það talað að hann sé ekstra sterkur þegar hann lendir á ári sem að samanlög tala líka 8. Sem að var í fyrra þegar sem að árið var 2024, þannig að 2 + 2 + 4 er 8. Þannig að portalinn þá var 888 sem að þótti mjög
kröftugt, Já, en benda til þess að þetta er mjög kröftugt. já, Það er litið til alls konar svoleiðis dagsetningar sem speglast, já, til dæmis eins og 20, 12 og 12-20, 20. desember 2012 sem var spegluð dagsetning og já, ýmislegt svoleiðis. já, og það er talað oft þessa portala á dagsetningunum sem eru á sömu tölu og mánuðurinn er fyrsti, annar, þriði og svo framvegis. Og allar hafa þessar tölur sína merkingu eins af því þær hafa sína tíðni og þetta er eitthvað sem er áhugavert að skoða og hægt að finna mikið upplýsingum eins og á vefnum. Og að gera náttúrulega líka bara að taka eftir hvort sem við erum að nálgast þetta út frá talnaspeki sem lífstölun okkar eða hvað sem eða hvort við erum bara að taka eftir þessum sem táknum. Af því fyrir mér eru þessar endurteknu tölur sem ég er að sjá ákveðin skilaboð bara frá ljósverunum og mér finnst áhugavert að fletta þeim upp, þannig að ég kíki í englatölubókina mína öðru hvoru. En líka þá er ég líka að taka eftir hvaða tala er það núna að birtast mér, eins og þú varst að segja, hvað er í gangi í lífinu, hvaða tala er að birtast mér núna ítrekað. Og ég er búin að vera að sjá ákveðna tölu undanfarið ítrekað og svo kannski kemur eftir mánuð þá er það einhver önnur tala. Það er bara því það er eitthvað annað í gangi þá. Þannig að tölur er hægt að nálgast út frá svo mörgu og bara gaman að tala oft við fólk eins og þau sem að stúdera talnaspeki. En mín helsta nálgun er þetta eru skilaboð, þetta eru tákn sem ég er að taka eftir. Ég held það geti verið til dæmis nú fyrir hugurum minn og full, sko. Það geti verið mjög áhugavert og því að nú erum við árið sem er 9, 2+5 sem er 9. Það gæti alveg verið áhugavert fyrir okkur að merkja inn í dagatali dagsetningar sem eru líka 9. Til dæmis eins og 7. febrúar, til dæmis, það er 9. Það er 2+7 og svo er árið 9. Að merkja inn þær dagsetningar og skoða hvort það sé eitthvað í gangi. Það er mjög áhugavert. Ég mun gleyma þessu, en ég hvet ykkur til að prófa. Og að prófa einmitt að fikra sig áfram eftir því sem talan á árinu færist, sko. Ég get ímynd mér að 9. september verði magnaður dagur líka. Og 9. september, já, 9.9. Já. Algjörlega. Og það er svo ótrúlega gaman að tengja við þessu orku. Þú veist, sum ár hef ég gert það mikið að tengja inn á orkuna á þessum dögum. Önnur ár ekkert endilega, það bara eftir hvað er í gangi í lífinu, en þetta verið fyrir 2-3 árum, þá var ég svolítið að taka þátt í workshopum og alls konar á þessum dögum og bara gaman að tengja við orkuna sem er að koma inn. Það er alltaf alls konar orka í gangi náttúrulega, en að finna hvernig hún getur verið sterkari eða kannski ég sé bara einfaldlega að stilla mig inn á að taka á mótinni á þessum tíma. Þannig að nýta okkur líka þessi tækifæri til þess að vinna með orkunni og vinna með tölunum. Hvort sem að tölunar eru eitthvað sem að eru allavega við erum ekki láta það stjórna inn í okkar lífi, en kannski nota tækifærin þegar þau bjóðast til þess að vinna með orkunni. Svo er líka bara áhugavert, sko, finnst mér að fá skilaboð tölur til dæmis, og fjölda. Til dæmis að ég spurði mann núna helgin, sagði hvað ertu að vinna með margar orkustöðvar og hann sagði, ég fæti mig 4. Þá fattaði ég, spurningin mín var kannski heldur opin. Það getur verið hann sem ég vinna með miklu fleiri en akkurat núna hann kannski að vinna með 4. Og mér finnst þetta svo áhugavert að ef hann spurði einhverju spurningu, því oft fer heilinn á okkur á flug og hann hefði getið sagt ég veit ekki, ég hef ekki humdað bara að fara á fullt í hugan, en hann lokaði augunum, sá fyrir sér, sá að talan 4 kom til og sagði, ég er að vinna með 4. Alveg svona. Mér fannst það mjög áhugavert og ég spyr stundum, ok, hvað eru margir leiðbeinendur með mér akkurat núna og reyna að treysta tölunum sem kemur. Eða á hvaða dag gerist þetta og reyna að æfa mig að taka við skilaboðum stundum, þú veist, ég get að segja virki alltaf. En fyrir mér hafa líka tölur, ég vil ekki segja ég fái tölur á heilan,
En ég tek eftir því kannski því ég er svona að skrifla mikið svona, ef ég er að hlusta á eitthvað þá er ég svona eitthvað að teikna eða krota eða gera eitthvað og það er oft áður þess ég taki eftir því að þá er það í tölum, þannig að ég kannski geri 7 af einhverju og svo fer ég að krota aftur og þá ger ég aftur 7 af einhverju á þess að ég sé að taka nokkuð eftir því að það sé sama tala báðum megin. Og svo þegar ég tek eftir mynstrinu þá leiðir það mig að tölunni 7 sem að hefur þá eitthvað mikið gildi akkurat þá fyrir mig. Hvert gildið veit ég ekkert nákvæmlega á þeirri stundu en ég get komið staði. Með því líka að biðja leiðsögnina. Já, bæði taka eftir svona og ég tengi líka oft við eins og bara húsnúmer, í hverju bý ég, númer hvað er hús mitt, númer hvað er íbúðin mín, alls konar svona, þetta allt hérna, ég finn oft svona ákveðna orku með ákveðnum tölum og ég myndi að tengja inn á þetta eins og þetta segja, hvað er að koma til okkur í mómentinu og fyrir mér er það þegar ég byrja að skoða nýtt hús, passa að tala fyrir mig þá. Nú fyrir ég á fullt ég flýr mjög oft bara í hvað tölu bý ég? Ég var að fatta það að ég er búin að búa mikið í tölum sem hafa, í húsnúmerum sem hafa samtöluna 7 undanfarið, sem er áhugavert. Ég var að tala um 7 rétt áðan. Áhugavert. Já. Þannig er þetta. Já. Þetta er spennandi efni að skoða en hérna eitthvað sem við erum akkurat núna að nota mest sem einmitt bara svona ákveðna leiðsum inn í mómentið eða dagann þegar við erum að taka eftir því. En við hvetjum náttúrulega ef þið hafið mikinn áhuga á talnaspeki þá er víða hægt að leita sér upplýsinga ýmislegt tengd talnaspeki og náttúrulega á netinu alveg ótrúlega mikið af alls konar. Við þurfum náttúrulega að kunna sigta þessi gegnum það en það er bara mjög mikið til af efni. Við þekkjum nú alveg fólk sem er að dabla í talnaspeki en er ekki kannski komið út úr skápnum með það. En við býðum kannski með að auglýsa fólk. En óbúslega gaman að sjá hvað fólk er að spá með því og svo líka bara, það er þetta að fletta upp hérna tölunum sínum á netinu og svo hægt að leita upp líka þar sem mér finnst gott að kalla englatölur eins og klukkuna eða það að sjá oft sömu tölun á bílnúmeri eða eitthvað þannig að því er líka oft hægt að fletta upp á netinu eða nota bókina Angel Numbers eftir Kyle Gray. Við höfum oft verið með hana hérna hjá okkur í okkur þeim. Ég er með opið í dag. Já, gaman að segja því. Fyrst flottum vörum að koma nýja. Ég kíkti á Instagram og sé stóri hjá okkur að fá nýja stokka og geggjun í armbönd og bara rosa flotta hluti. Já. Og erum alveg til í að panta þessa tölubók næst. Já, hún klárast alltaf þegar við pöntum. Þess vegna sem við lítum í hilluna og munum ekki eftir að við höfum verið að selja hana þegar hún er aldrei til. Hún er alltaf farin. En þetta er skemmtileg bók að hafa svona við hendina. En Angel Numbers eftir Kyle Gray. Hvetjum ykkur til að nálgast hana ef þið hafið áhuga á að skoða þetta. En við getum svo sem bullað mjög mikið í viðbót en ég held að við erum alveg góð. Takk fyrir að vera með okkur og hlökk til að vera með ykkur í næstu viku. Takk fyrir.